Góðan dag. Verið velkomin á kynningarfund nýtt örorku- og endurhæfingarkerfi. Ég heiti Huld Magnúsdóttir og forstjóri Tryggingastofnunar. Við ætlum að vera hér saman í klukkustund og fara yfir nýja kerfið sem tekur gildi nú í haust. Dagskráin verður þannig að fyrst munu Auðbjörg Nanna Ingvarsdóttir, sviðsstjóri örorkusviðs, og Lena Rut Olsen, teymistjóri á örorkusviði, fjalla örorkulífeyrir í nýju kerfi. Svo mun Þóra Ágústsdóttir, verkefnastjóri hjá Vinnumálastofnun, fjalla virknistyrk og atvinnumál. Að lokum mun Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, flytja ávarp. Að kynningum loknum verður boðið upp á spurt og svarað þar sem hægt verður að senda inn skriflega spurningar. Og við munum reyna eftir fremsta megni að svara spurningum frá áhorfendum. Tryggingastofnun hefur átt gott samstarf við hagaðila undirbúning hins nýja kerfis og þennan kynningarfund. Eins og framkom áðan Alma formaður ÖBÍ með okkur hér í dag og hún með ávarp. Einnig hér góður gestur frá Geðhjálp. Með okkur á fundinu með það Birgir Hjartarson sem stjórnarmaður í Geðhjálp. Varðandi spurningar þá biðjum við ykkur að senda okkur ekki spurningar sem eru persónugreinanlegar, ekki kennitölur eða upplýsingar þar sem hægt að þekkja fólk. Sömuleiðis með okkur starfsfólk TR sem mun hjálpa okkur að svara spurningum og það eru þeir Þórir Ólason, yfirlögfræðingur TR, Guðmundur Gunnarsson, lögfræðingur og Magnús Jóhannsson, sálfræðingur og fagstjóri samþætt sérfræðimats. Ég vil taka fram að fundurinn í dag tekin upp og verður settur á vef TR fljótlega. Þegar upptækan verður sett á vefinn þá verður talið textað. Fundurinn táknmálstúlkaður. Markmið þessara breytinga sem við erum að fara að kynna fyrir ykkur og taka gildi í haust að gera örorkulífeyriskerfið einfaldara, skilvirkara, gagnsærra og réttlátara. Að bæta afkomu þeirra sem fá greiddan örorku- og endurhæfingarlífeyrir almannatrygginga. Það að draga úr tekjutengingum og auka hvata til atvinnuþátttöku, auka stuðning við einstaklinga í endurhæfingu og hindra að fólk falli á milli kerfa. Og það líka markmið breytingana að koma í veg fyrir að fólk endi ótímabært á örorku. En til þess að útskýra þetta allt saman nánar, þá eru næst hér Auðbjörg Nanna Ingvarsdóttir og Lena Rut Olsen. Gjörið þið svo vel. Komið sæl, Auðbjörg heiti ég. Í nýju kerfi og með nýju lagabreytingur verður nýr örorkulífeyrir, nýr hlutaörorkulífeyrir og virknistyrkur, nýtt greiðslukerfi og nýtt samþætt sérfræðimat í stað þess mat sem í dag. Nýr örorkulífeyrir frá 1. september kemur í stað örorkulífeyris, tekjutryggingar og sérstakrar framfærslu uppbótar. Það verður einföldun á greiðsluflokkum og nýr örorkulífeyrir fyrir umsækjendur sem eru metnir með 0 til 25% getu til virkni á vinnumarkaði samkvæmt samþættu sérfræðimati. Hann varanlegur og tímabundið mat verður ekki lengur til. Nýr hlutaörorkulífeyrir tekur líka til gildi 1. september. Hann ætlaður þeim sem verða metið með 26 til 50% getu til virkni á vinnumarkaði samkvæmt samþættu sérfræðimati. Forsenda þess að fá hlutaörorkulífeyri að fara í samþætt sérfræðimat sem verður hægt að gera eftir 1. september 2025. Einstaklingar sem fá yfirfærslu á varanlegri örorku eftir 1. september 2025 geta einnig óska eftir að fara á hlutaörorkulífeyri. Hlutaörorkulífeyrir 82% af fjárhæð fulls örorkulífeyris og hann líka varanlegur eins og örorkulífeyrir. Virknistyrkur veittur með hlutaörorkulífeyri og hann hægt að fá greiddan í alltaf 24 mánuði að því tilskildi á að einstaklingur sé í vinnuleit með aðstoð Vinnumálastofnunar.
Samanleg fjárhæð hlutaörorkulífeyris og virknistyrks nemur samtals fjárhæð fulls örorkulífeyris. Hérna skjal sem sjáið upphæðir. Nýr örorkulífeyrir, hann verður 1. september 396.340 krónur á mánuði og nýr hlutaörorkulífeyrir 82% af fullum örorkulífeyri og hann verður 324.999. Við þetta bætist að aldursuppbót ef einstaklingar eru með mat frá aldrinum 18 til 44 ára, þá að full greiðsla 31.290 á aldrinum 18 til 24 ára, þar að segja ef mat frá þeim tíma, lækkar um 5% til 44 ára aldurs. Heimilsuppbót verður óbreytt og óbreytt skilyrði og hún verður 65.709. Örorkulífeyrir hefur frítekjumark 100.000 fullur örorkulífeyrir og hlutaörorkulífeyrir líka almennt frítekjumark 100.000 en við það bætist hjá hlutaörorkulífeyri og það frítekjumark vegna atvinnutekna og það eru 250.000 á mánuði. Frádráttur á tekjur umfram frítekjumark fyrir ofangreindar greiðslur eru 45%. Þannig að greiðsluflokkarnir, örorkulífeyrir, aldursviðbót og heimilisuppbót leggjast saman og birta sem einn greiðsluflokkur 1. september. Skilyrði fyrir heimilisuppbót verður óbreytt í nýja kerfi, hún verður 65.709 krónur á mánuði. Aldursviðbót greiðist þeim sem fengi fyrsta örorku eða endurhæfingarmat á aldrinum 18 til 43 ára. Full fjárhæð greiðist þeim sem eru 18 til 24 ára en hún lækkar svo 5% á ári eftir það. Það nú fellur niður við 44 ára aldur. Og hún full aldursuppbót 31.290. Fjárhæðir heimilisuppbótar og aldursviðbótar eru þær sömu hvort sem einstaklingur á hlutaörorku eða örorku. Og svo frítekjumarkin eftir 1. september. Almennt frítekjumark fyrir örorkulífeyri verður 100.000 krónur á mánuði fyrir allar tekjur. Einstaklingur með hlutaörorkulífeyri fær að auki frítekjumark vegna atvinnutekna að upp að 250.000 krónur á mánuði. Frádráttur á tekjur umfram frítekjumark 45% af þeirri upphæð. Þið getið farið inn á island.is og skoða reiknivélina sem sett þar fyrir greiðslurnar sem að breytast og verða eftir 1. september og þá getið sett upp ykkar eigin forsendur og skoðað. Einstaklingar sem eru með gilt örorkumat, 75% örorkumat 31. ágúst eða lengur, fá varalegt örorkumat frá 1. september. Og það búið að reikna út greiðslur og tilkynna til viðkomandi fyrir rúmlega 80% á hópnum. Þau sem eiga eftir að fá tilkynningar munu fá bréf frá okkur næstu vikum, það verið að vinna í því. Og það ég endurtek, það verður ekki þörf fyrir að sækja sérstaklega yfirfærslu nýtt kerfi, færi nýtt mat. Greiðsluáætlun, hún aðgengilega á mínum síðum og eins og tek fram fyrir þá sem ekki eru búin að fá þegar, þá verður bréf send á næstunni. Og við ætlum að sérstaklega benda þá vegna hlutaörorku fyrir þá einstaklingar sem núna með örorkulífeyri og hafa verið færðir nýtt kerfi, þeir geta óska eftir því að fara á hlutaörorkulífeyri ef þeir vilja nýta sér hærra frítekjumark vegna launatekna. Einstaklingar sem telja sér falla betur undir hlutaörorku geta sendt póst á örorku@tr.is eða sendt fyrirspurn á mínar síður og óskar eftir frekari ráðgjöf. Við höldum utan þessa beiðnir sem koma og munum hafa samband síðar í sumar og bjóða fólki að koma í ráðgjöf til okkar. Hlutaörorkulífeyrir 82% af fullum örorkulífeyri. Sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna verður 250.000 á mánuði fyrir þau sem fá greiddar hlutaörorkulífeyri og það kemur til viðbótar almennu frítekjumarki sem 100.000 krónur á mánuði. Þetta þýðir það að frítekjumarki getur verið samtals 350.000 á mánuði fyrir einstaklinga sem eru hlutaörorkulífeyri fyrir allar tekjur. Ef það ljóst að starfsgetu ekki lengur til staðar hægt að sækja fulla örorku til Tryggingastofnunar. Þetta á við einstaklingar sem fara á hlutaörorku og ráð ekki lengur við eða ekki lengur með þá getu
starfsgetu til þess að vera í hlutastarfi, þá er þetta að sækja aftur um. Ég ætla að sýna ykkur núna myndband samþætta sérfræðimatið. Sérfræðimat. Nýtt heildrænt mat á getu einstaklings til virkni á vinnumarkaði verður tekið upp. Matið byggir á hugmyndafræði ICF, alþjóðlegu flokkunarkerfi sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefur út og viðheldur. Að ræða einstaklingsbundið mat á færni, fötlun og heilsu einstaklings í samspili við umhverfi og aðstæður. Í hugmyndafræði ICF nokkurs konar 360 gráðu athugun á hverjum einstaklingi þar sem teknir eru inn fleiri matsþættir en áður hefur verið gert. Í fyrsta lagi læknisfræðilegt mat þar sem heilsufar einstaklings skoðað, til dæmis röskun, sjúkdómar eða fötlun. Þetta það læknisfræðilega mat sem notað hefur verið hingað til. Síðan eru það færniþættir, þar sem verið að skoða starfsgetu hjá einstaklingi, líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu, auk getu til þátttöku og athafna. Að auki einstaklingurinn metinn heildrænt út frá færni hans og samspili við aðstæður, þar sem umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir eru skoðaðir. Umsækjendur nýja örorkulífeyrinn og hluta örorkulífeyrinn sem sækja eftir 1. september 2025 þurfa að fara í samþætt sérfræðimat. Endurhæfing eða viðurkennd meðferð sem hefur það að markmiði að stuðla að aukinni færni til atvinnuþátttöku að fullu eða að hluta þarf að vera fullreynd. Hægt verður að víkja frá skilyrði samþætt sérfræðimat ef það talið óþarft. Nýtt örorku- og endurhæfingakerfi tekur gildi 1. september á þessu ári. Komið sæl. Ég heiti Lena, ég ætla að fjalla aðeins meira samþætta sérfræðimatið. Eins og kom fram Komið sæl. Ég heiti Lena, ég ætla að fjalla aðeins samþætta sérfræðimatið. Eins og kom fram í myndbandinu áðan, þá umræða nýtt heildrænt mat á getu einstaklings til virkni á vinnumarkaði sem verður tekið upp í stað núverandi örorkumats sem hefur verið í gildi frá 1999. Matið byggt á hugmyndafræði ICF, alþjóðlegu flokkunarkerfi sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefur út og hefur mælt með að tekið séu upp. Því að ræða einstaklingsbundið mat á færni, fötlun og heilsu einstaklings í samspili við umhverfi og aðstæður. Þannig við að tala heildrænt 360 gráðu mat á færni einstaklingsins í þeim aðstæðum og í því umhverfi sem hann hverju sinni. Umsækjendur nýjan hluta örorkulífeyri og örorkulífeyri frá 1. september 2025 þurfa að fara í samþætt sérfræðimat. Það verður áframlega áhersla á að endurhæfing eða viðurkennd meðferð sem hefur það markmið að stuðla að aukinni færni til atvinnuþátttöku sé að fullu eða sé fullreynd. En hægt verður að víkja frá skilyrðum samþætt sérfræðimat ef það sannarlega talið óþarft. Einstaklingar sem sækja örorku fá sinn eigin málastjóra. Hlutverk málastjóra að halda einstaklingum upplýstum stöðu umsóknar, leiðbeina einstaklingnum í ferlinu og aðstoða við öflun gagna ef þörf á
og tryggja að umsækjandinn fái upplýsingar niðurstöðu matsins. Þannig umsækjandinn sjálfur hefur meiri aðkomu að umsókn og ferli en áður hefur þekkst. Ef við tökum saman aðeins áhrif þessara breytinga á einstaklinga með gilt örorkumat, þá fá þeir einstaklingar sem hafa gilt örorkumat frá 31. ágúst 2025 eða lengur greitt samkvæmt nýju kerfi 1. september 2025. Og aftur tökum við fram að það þarf hvorki að sækja né fara í nýtt mat við þessar breytingar. En hægt að óska eftir samþættu sérfræðimati samkvæmt nýju kerfi eftir 1. september 2025. Með nýjum hluta örorku lífeyri veittur möguleiki á hærra frítekjumarki til einstaklinga sem eru í hlutastarfi. Og einnig aftur veittur varanlegur réttur til örorkulífeyris. Við viljum líka benda á að svör við helstu spurningum sem við höfum fengið í símtölum og í þjónustumiðstöð að finna undir spurt og svarað á tr.is undir þjónustuvef og bara mælu með að kíkja þar inn og fara yfir spurt og svarað. Ég þakka þá fyrir. Góðan daginn, Þóra heiti ég og kem frá Vinnumálastofnun. Ég ætla aðeins að fara yfir virknistyrk og atvinnumál. Fyrst ætla ég að nefna skilyrðin fyrir virknistyrk og þau eru þessi. Það að viðkomandi eigi rétt til hlutaorkulífeyris samkvæmt samþættu sérfræðimati hjá Tryggingastofnun komin inn á þennan flokk að hlutaorku, sé búsettur á Íslandi, eigi sem sagt lögheimili á landinu og sé einnig staddur á landinu. Viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði virka atvinnuleit og það þýðir að viðkomandi hafi frumkvæði í starfsleit, sé reiðubúinn að taka starf án sérstaks fyrirvara í ljósi getu hans til virkni á vinnumarkaði. Viðkomandi má ekki vera að fá laun eða aðrar greiðslur í tengslu við störf á vinnumarkaði. Viðkomandi verður að hafa vilja og getu til að taka þátt í þeim vinnumarkaðsúrræðum sem að Vinnumálastofnun býður. Viðkomandi þarf einnig að vera tilbúin að gefa Vinnumálastofnun allar nauðsynlegar upplýsingar svo að stofnunin geti gefið kost á þátttöku í viðeigandi úrræðum. Umsókn og greiðslur. Þetta verður sem sagt rafræn umsókn á vef Vinnumálastofnunar sem hýstorðið hjá Stafrænu Íslandi, Ísland.is, og áherslan í umsókninni verður á einfaldleika og sjálfvirkni. Við ætlum að gera þetta eins einfalt og mögulegt er. Við náum í upplýsingar frá TR og skattinum og svo valkvætt að gefa okkur aðrar upplýsingar sem þó mjög gott að hafa til þess að aðstoða einstaklinga. Það til dæmis varðar atvinnuleit, menntun, starfsreynslu, ökuréttindi og fleira tengt því. Eins og fram hefur komið þá fjárhæð virknistyrks mismunurinn á hlutaorkulífeyri og örorkulífeyri, þannig að fullur virknistyrkur 71.341 króna á mánuði.
Þegar viðkomandi atvinnuleitandi fær vinnu, þá fellur virknistyrkurinn niður. Ef tilfallandi vinnu ræða 1 og 1 dagur, þá eru þessir dagar dregnir frá styrknum. Atvinnuleitin, samkvæmt lögum nýja kerfið, þá á Vinnumálastofnun að veita einstaklingsmiðaðan stuðning við atvinnuleit. Við munum fara í kistuna okkar og nýta þau verkfæri sem við eigum, því við höfum náttúrulega gríðarlega reynslu af því að aðstoða fólk í atvinnuleit sem eru á atvinnuleysisbótum við að finna vinnu. Þannig að við munum nýta aðferðafræði sem hefur reynst vel í þjónustu við ólíka hópa, samanber þjónustu við langtímaatvinnulausa, atvinnu með stuðningi AMS og það sem við köllum, eða það sem kallað í PS, sem útleggst á ensku Individual Placement Support. Það engin þýðing komin á íslensku því miður. Þannig að við munum nota þetta eins og hentar hverju sinni. Námsúrræði, við erum að bjóða fjölmörg námskeið í dag, ýmis konar sjálfstyrkingar námskeið fyrir ýmsa hópa, tölvunámskeið og starfsleitar og hvatningarnámskeið. En að sjálfsögðu mun úrvalið og fyrirkomulega námskeið að taka mið af þessum nýja hópi sem við fáum inn til okkar með virknistyrknum. Vinnusamningar öryrkja, þetta eru sem sagt endurgreiðslu samningar við atvinnurekendur sem hafa ráðið fólk með skerta starfsgetu til starfa og þeim ætlað að auka tækifæri atvinnuleitenda á vinnumarkaði. Þeir munu halda áfram en við vitum ekki alveg hvernig fyrirkomulagið verður. Það ný reglugerð í smíðum í félags- og húsnæðismálaráðuneyti. Að síðustu vil ég nefna Undísi sem verkefni leiðavísir sem styður við inngildingu fólks með skerta starfsgetu á vinnustöðum. Þetta verkefni sem fór í gang fyrir einhverjum mánuðum misserum síðan og það í rauninni aðalmarkmið þessa verkefnis að fjölga hlutastörfum fyrir fólk með skerta starfsgetu og það styður náttúrulega vel við það sem við erum að gera og viljum gera og eigum að gera fyrir þennan hóp sem kemur til okkar með virknistyrknum. Takk fyrir mig. Komið sæl. Ég vil þakka kærlega fyrir það tækifæri til þess að koma hérna fram og koma áleiðis sjónarmiðum ÖBÍ okkar varðandi þessar gríðarlega miklu kerfisbreytingar. ÖBÍ hefur lengi barist fyrir því og að einföldu lífeyriskerfisins taki sér stað. Það hefur skiptir verulega miklu máli og stuðlara enn sterkari hagsmunabaráttu fyrir hagaðara sem þarna eiga undir. Við munum jafnframt kalla eftir því að kanna verði fljótlega eftir gildistökuna hvernig kerfið að reynast fólki svo hægt sé að bregðast vel við. Það okkar mat að finna megi breytingunum fjölmargt til bóta fyrir örorku og endurhæfingarlífeyristaka. ÖBÍ hefur lengi barist fyrir ýmsu því sem verður að raunveruleika þegar að nýju lögin taka gildi, einkum því að dregið verði úr tekjuskerðingum og að lífeyriskerfið sjálft sé einfaldað. Með nýju lögunum heyrir tekjuskerðing frá fyrstu krónu
sögunni til. Í stað flókinni regla mismunandi tekjuskerðingar fyrir mismunandi greiðsluflokka kemur ein regla fyrir heildargreiðslu til einstaklinga. Þá eru 3 greiðsluflokkar og fráfarandi kerfi sameinaðar í einn sem mjög jákvætt skref. Þá ber einnig að fagna innleiðingu sjúkragreiðslna og auknum stuðningi við fólk í endurhæfingu. ÖBÍ sendu inn ítarlegar umsagnir málið, sóttu að auki nefndafundi til að tala fyrir breytingum af frumvarpinu ásamt því að hitta á fundum þingflokka. Þessi vinna bar umtalsverðan árangur og má þar kannski helst nefna að bætt var við ákvæðum endurskoðun lagana innan 5 ára og skipun starfshóps sem skiptir miklu máli í jafn umfangsmiklum breytingum og þessum. Þá náðist í gegn að endurskoðun fari fram innan 3 ára varðandi virknistyrk og reynslu á hlutaörorku. Hlutaörorkan var að kröfu ÖBÍ hækkuð úr 75% af fullum örorkulífeyri í 82% og komið var í veg fyrir að nýji virknistyrkur falli alfarið niður frá við fyrstu krónu í tekjur. Þá náðum við því fram að fjármálaráðuneytinu yrði falið að taka til efnislegra skoðunar reglu skerðingar lífeyris vegna fjármagnstekna maka og munum við fylgja því fast eftir og þrýsta á að skerðingunum verði hætt. En í raunveruleikanum veldur þetta verulegu valda ójafnvægi á milli greiðsluþega og maka hans sem hefur fjármagnstekjurnar og dregur úr sjálfstæði hans. Samkvæmt upplýsingum frá félagsmálaráðuneytinu munu greiðslur til 95% örorkulífeyristaka hækka með gildistöku lagana. Þó mikilvægt að taka fram að frumvarpið sneri ekki sérstaklega kjarabótum og munum við berjast áfram þeim enda rík þörf á. Þótt dregið hafi verið úr skerðingum og þótt lífeyrir flestra hækki mögulega lítillega við þessar breytingar fjárhagsstaða vaxandi hluta fatlaðs fólks svo slæm að umbætur á henni þola ekki bið. Við hjá ÖBÍ fögnum þeim góða árangri sem náðist með samþykkt frumvarpsins og þeim breytingum sem það tók sem munu styrkja hagsmunabaráttuna betur. Við munum jafnframt áfram veita aðhald og fylgjast fast eftir kröfum okkar. Staða fatlaðs fólks á vinnumarkaði almennt verri en annarra. Þrátt fyrir það og fögur fyrirheitum mikilvægi fjölbreytileika á vinnumarkaði nánast útilokað fyrir fatlað fólk að fá vinnu við hæfi og getu. Þetta augljós og þekkt staðreynd og kemur engum á óvart. Þetta óviðunandi staða sem á sér ýmsar ástæður. Má þar til dæmis nefna óhagstætt lífeyriskerfi, skort á þekkingu og tækifærum og misjafnt aðgengi og því jafnan borið við að kostnaðurinn sé meiri en ávinningurinn. Líkt og fram hefur komið verður kerfið einfalda við gildistökuna í september og mun fólk eiga möguleika á því að vera svokallari hlutaorku. Kerfisbreytingin einu sér hins vegar ekki nóg og samkvæmt rannsókn sem varðar rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins gerði fyrir ÖBÍ sagði tæpur þriðjungur örorkulífeyristaka að viðkomandi hafi ekki fundið starfi hæfi verið helstu ástæðan fyrir því að hann væri utan vinnumarkaðar. Einnig kom þar fram að meira en fjórðungur sagðist upplifa mikla fordóma á vinnustað og heil 55% sögðu upplifa fordóma á atvinnuleit. Breytt lífeyriskerfi mun hafa þar afleiðingar að mikill fjöldi fjölbreytts fólk mun leita á vinnumarkaðan og þá sérstaklega hlutastörf. Hlutastörf munu kalla á það að mæta þar mismunandi þörfum ólíkra hópa og það brýnt að þessi störf sér til staðar enda aukin atvinnuþátttaka ávinningur fyrir einstaklingin, atvinnurekendur og samfélagið allt. ÖBÍ réttindasamtök hafa að undanförnu unnið með Vinnumálastofnun verkefni sem kallast Undís og byggir á fyrirmynd Sameinuðu þjóðanna. Verkefni miðar að því að fjölga hlutastörfum hér á landi og eins konar matskvarfi og leiðavísir á öllum þáttum vinnustaðar sem miðar að því að styðja við atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og við hvetjum vinnumarkaðinn til að kynna sér vel. ÖBÍ hvetur ríki og sveitarfélög til að sýna gott fordæmi að skapa fötluðu fólki tækifæri á atvinnumarkað með hlutastörf í huga sem á almenna vinnumarkað. Þáttaka fatlaðs fólks á vinnumarkaði á ekki að vera fjarlægur draumur heldur raunveruleiki sem felur í sér tækifæri og framþróun fyrir fatlað fólk, atvinnulífið og samfélagið allt. Við getum ekki kallað okkur samfélag velferðar og jafnréttis nema allir njóti mannsæmandi lífs og enginn sé skilinn eftir. Þegar inngilding fatlaðs fólks á vinnumarkaði hefur náð fótfestu geta vinnustaðir fyrst fara að tala raunverulegt jafnrétti.
Þó verður alltaf hópur sem getur ekki unnið og biðlum við til stjórnvalda að sýna þeim hópi skilning og virðingu, bæði með því að setja hann ekki í þær aðstæður sem kunna reynast honum flóknar og niðurlægjandi og með því að hann fái lifað við sífellt batnandi lífskjör og með reisn. Það að veikjast, fatlast eða fæðast fatlaður ekki skömm þess sem hana ber og er örorku hvorki valkvæðni eftirsóknarverð. Fatlað fólk og öryrkjar eiga að hafa sömu tækifæri til mannsæmandi lífs til jafns við aðra. Takk kærlega. Nú, við þökkum öllum sem hafa flutt erindi, Auðbjörgu, Lenu, Þóru og Ölmu fyrir þeirra hluta. Við höfum fengið nokkra spurningar og ég kannski vil minna fólk á að rífressa síðuna til þessar spurningarnar komi upp. En við ætlum að reyna að svara eftir bestu getu. Og það eru komnar nokkru spurningar og ég ætla að biðja Þórir að byrja með svari við spurningu sem var komin greiðslur frá lífeyrissjóðum. Já, góðan daginn og takk fyrir góðar spurningar. Það kemur spurning frá Sindra það að samkvæmt nýju reiknivélinni hækka greiðslurnar mínar gríðarlega mikið þannig 1. september. Hafið þið samband við lífeyrissjóðinn minn þar sem ég fæ einnig greiðslur og hann tjáði mér að samkvæmt núgildandi lögum munu greiðslur frá lífeyrissjóðum lækka það sem nemur hækkunum frá TR og jafnvel meira en það. Er þetta rétt? Það er rétt að örorkulífeyrir frá TR hefur áhrif á lífeyri frá lífeyrissjóðunum og svo öfugt. Þetta er svokallað víxlverkunar vandamál sem hefur verið við lýði í töluverðan tíma. Ég vil taka það fram að áhrifin, ég sé ekki fyrir mér áhrifin valdi lækkun á heildartekjum en það þarf klárlega að skoða þetta mál. Og samkvæmt mínum upplýsingum þá er það til rýni og skoðunar hjá fjármálaráðuneytinu og félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Þannig að það er staðan á því máli. Svo kom spurning það hvernig munu greiðslurnar breytast fyrir fólk sem býr fyrir utan land part ársins. Það má kannski svara því til að almennt er greiðslurétturinn í heild sinni að breytast en það er ekki verið að gera neina breytingar sem snúa að rétti vegna búsetu. Þannig að þessar kerfisbreytingar sem slíkar ættu ekki að hafa nein áhrif hvað það varðar. Takk fyrir. Já, ég held að við séum ekki með fleiri spurningar. Sjá, það kemur ein spurning. Í frítekjumarki eru bæði lífeyrissjóðsgreiðslur og fjármagnstekjur. Kannski að biðja hann Guðmund að svara þessu fyrir okkur. Já, komið sæl. Spurningin var hvort að frítekjumörk ættu bæði við lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur, ef ég skildi það rétt. Við erum með sem sagt annars vegar sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna fyrir hlutorkulífeyrisþega og svo líka almennt frítekjumark sem á bæði við hlutorkulífeyrisþega og örorkulífeyrisþega. Þetta almenna frítekjumark á sem sagt bæði við fjármagnstekjur og lífeyrissjóðstekjur. Vonandi svara þetta spurningunni. Það eru komnar fleiri spurningar inn. Það er spurt hér
hlutaörorku. Ef maður vinnur fyrir 250.000 mánuði það plús örorkan og svo spurt hérna verða lífeyrissjóðsgreiðslur taldar sem atvinnutekjur og því innan þessa 350.000 króna frítekjumarks. Getið þið einnig talað endurhæfingarkerfið, hvenær endurhæfing fullreynd og ég held kannski við tökum þetta eins fyrst. Ég vilja biðja hana Auðbjörg að svara með endurhæfinguna. Auðbjörg. Já, komið sæl og takk fyrir góða spurningu. Við erum að horfa til þess þegar endurhæfingar fullreynd, þegar fólk búið að vera í endurhæfingu ákveðin tíma og það ljóst að það komið að ákveðinni stöðu þar sem að það ekki meiri raun og veru færni til þess að ná betri bata og þá horfum við til þess að það sé fullreynd. Við auðvitað metum það líka út frá því sem kemur frá þeim fagaðilum og einstaklingur sjálfum og hans mati á eigin getu. Ég vona þetta að svara spurningunni. Já, það var fyrirspurn hlutaörorkulífeyrinn. Ef maður vinnur fyrir 250.000 mánuði, það plús þá örorkulífeyrinn? Já, 250.000 krónur á mánuði eru innan þá frítekjumarka. Þannig að það þá viðbót. Það spurning, hvað verður með? Svo... Já, það var líka spurning hérna, ég skil ekki að frítekjumarkið lækki og greiðslur frá lífeyrissjóðum sé teknar inn í, það eru 100.000. Ég vil reyna að vinna 25% vinnu en 75% öryrkja og það tímabundin vinna fyrir yfir á þessa hlutaörorku. Geti ég farið aftur á 75% greiðslurnar ef ég missi vinna. Það verður þannig í nýju kerfi að það þarf að sækja það að fara yfir á hlutaörorkulífeyri en sömuleiðis þá verður hægt að sækja það að fara aftur yfir á örorkulífeyri. Svo spurt húsaleigubætur. Já, ég skal þarf að skoða þetta aðeins betur með húsaleigubæturnar en minn skilningurinn svo að þetta hefur ekki áhrif þessi hækkun á húsaleigubætur. Það átt að hafa verið brugðist við því. Skal skoða það aðeins betur. Er eitthvað meira? Nei, þetta hefur eins og ég nefndi áðan í sjálfu sér, þetta hefur ekki beint áhrif á rétt vegna búsetu. Þetta hefur eingöngu áhrif á greiðsluréttin, þannig að almennt eru greiðslur að hækka sömuleiðis hjá þeim sem eru erlendis búsettir. Svo spurt áhrif bóta frá útlöndum. Hvaða áhrif hefur flutningur til útlanda og bætir nýju kerfi? Já, það sömuleiðis, það enga breytingar á meðferð erlendra tekna. Erlendar tekjur hafa almennt áhrif á greiðslurétt almannatrygginga. Erlendar lífeyrisgreiðslur hafa hins vegar ekki áhrif til lækkunar. Fleira þarna sem að... Það spurt aftur það örorkan sjálf eða allar upphæðirnar plús 250.000 kallinn?
Já, sko 250.000 krónur í atvinnutekjur, viðkomandi hefur það þá ofan á fullan lífeyrisrétt, örorkulífeyrisrétt. Spurning búsetu erlendis. Búseta erlendis hefur áhrif almennt á greiðslurétt frá Tryggingastofnun og það er misjafnt eftir löndum þó hver greiðslurétturinn er. Þannig að það er kannski dálítið erfitt að svara þessu almennt. Hulda spyr hvort að við getum skoða spurninguna að ofan. Hvað verður eftir að einstaklingi í nýja kerfinu, endurhæfing talin full reynd samkvæmt virk og því sótt örorku. Örorku hafna þeim forsendum ekki útilokað að færni muni aukast í framtíðinni en þó ekki næstu ár og nú örorka ótímabundin. Hvert einstaklingur leita sig getur ekki farið í endurhæfingu en getur ekki fengið örorku. Er einhver sem vil taka þetta? Einstaklingur sem hefur verið endurhæfingu og hún er talin fullreynd, hann á náttúrulega að sækja örorku og fer það í samþætt sérfræðimat. En svo er hins vegar ef hann uppfyllir ekki skilyrðin á því að uppfyllir skilyrði örorku, þá er í endurhæfingunni nýtt atriði sem bindum mikla vonir við og það eru samhæfingateymi. Þá gæti viðkomandi leita til síns sérfræðings og fengi aðstoð við að mál hans færi á fund samhæfingateymis ef hann vill, ef hann óskar eftir. Það sem að skoða er þá heildrænt hvort einhverju möguleikar eru á endurhæfingu úr fleiri kerfum. Þannig að við erum að reyna að tryggja, eða lögin að reyna að tryggja það þá að fólk sé ekki að falla á milli. Þannig að það sé einhver leið fyrir alla í raun og veru. Ég vona þetta að svara spurningunni. Takk. Já, það eru að koma nokkur spurningar hérna í viðbót. Ég sé hérna, spurt myndi maður tapa bótum ef maður byggi í útlöndum of lengi? Alveg eins og í kerfinu í dag, þá greiðum við örorkulífeyri til landa sem við erum í samningssambandi við. Ef maður býr utan samningsríkja, þá fær maður ekki greiddar örorkulífeyrisbætur. En innan samningsríkja, þá ætti búsetu lengdin ekki að hafa áhrif á því möguleika að fá greiðslur. Tímalengd búsetunar. Ekki nema áður þú færið, örorkulífeyri. Svo ég spurt hérna, ég að vinna fyrir cirka 70.000 og hef tekið frá lífeyrissjóði. Konan hefur hins vegar fjármagnstekjur sem valda því að ég hef fengið frá það sem ég mun fá frá TR verður 0 krónur eftir 1. sept. Er þetta sanngjarnt? Í nýju kerfi, alveg eins og í kerfinu í dag, þá munu fjármagnstekjur maka hafa áhrif á greiðslur lífeyrisþega. Því hefur ekki verið breytt. Svo spurt hérna, get ég valið hvar skerðing kemur hjá TR eða lífeyrissjóðum? Ég held að einfalda svarið því sé nei. Þetta eru bara ákveðnar reglur varðandi víxlverkunum sem eru settar í lög og greiðsluþeginn sjálfur getur ekki stjórnað í raun og veru því hvernig víxlverkunin á sér stað. Það verið að ítreka þarna líka spurningu. Sama spurning og held að hafi verið svöruð rétt áðan. Þeir sem eru með varanlega örorku, hvernig verður þetta ef lífeyrissjóður ákveða að neita örorku? Fær maður þá bara bætur frá TR eða þarf maður að fara aftur í mat hjá ykkur? Greiðslur frá TR eru ekki háðar því að einstaklingar fái örorkumat frá sínum lífeyrissjóði. Það er mat okkar á því, örorkumat Tryggingastofnunar, samþætt sérfræðimat í nýju kerfi, er óháð örorkumati lífeyrissjóða, eins og er. Góðan dag, hvað með sérstakann húsnæðisstuðning sem sumir fá greiddan frá sínu sveitarfélagi samhliða almennum húsnæðisbótum frá HMS, skerðist það líka eða fellir niður? Ég held að það sé sama og svöruðum áðan, við þurfum kannski aðeins að skoða nánar varðandi áhrif húsnæðisbætur. Svo er spurt hérna hvaða ríki eru innan sambandsríkja. Þegar ég tala sambandsríki þá er ég að vísa til ríkja innan EES.
sem og nokkur annar ríkja, eins og Bandaríkin og Kanada. Og svo spurt hvar maður getur séð hvaða lönd þetta eru, það er hægt að finna það inn á heimasíðu Tryggingastofnunar. Ég held að við séum komin með allar spurningar sem að hafa birst og það munur líka koma sérst þá í streyminu þegar það verður sett inn á síðuna og þannig að ég held að við förum, er ein spurning viðbót, það er síðasta spurningu sem við tökum, ein í lokin. Við. Hvers vegna er skilyrði fyrir virknistyrk að vera á landinu? Flestar umsóknir um vinnu eru rafrænar í dag. Þóra, má ég biðja þig að taka þessa? Já, það er svarið við þessari spurningu er kannski tvíþætt. Það er okkar reynsla til þess að veita einstaklingsmiðaðan stuðning og ríkan stuðning að þá þurfi fólk að koma til okkar og við þurfum að vera í góðu sambandi við það og já, auðvitað er hægt að sækja á netinu og slíkt. En já, það er í rauninni til þess að geta veitt á þjónustu sem við eigum að veita. Þá viljum við að fólk, þetta er skilyrði sem að í rauninni löggjafinn setur. Takk. Það hafa bæst við 2-3 spurningar sem ég held að við bara reynum að svara núna. Það er spurt endurhæfingu sem var fullreynd og neitun byggð á því að örorka verði ótímabundin 1. september. Þetta getum við ekki svarað fyrir tiltekin einstaklingsmál en ég tek undir með það sem hér stendur að það er best fyrir einstaklingin að hafa samband við okkur og við munum aðstoða við að leita lausna fyrir þann einstakling. Þannig að ég bara ítreka það að hafa samband við okkur. Nú síðan er spurt ef ég er með örorku og í vinnu, hvar sæki ég þá, þarf ég þá að sækja hlutaörorku í haust, eins og framkom áðan í erindi Auðbergar og Lenu að þá er hægt að senda okkur póst ef að fólk er með örorkulífeyri nú þegar og óskar eftir því að vera fært yfir á hlutaörorku, þá er hægt að senda okkur beiðni um það. Og það er örorka@tr.is sem er hægt að nýta. Nú svo er hér ein spurning, hvað er vinnustyrkur? Það er væntanlega verið átt við virknistyrk, sem er styrkurinn sem er greiddur frá Vinnumálastofnun, sem er munurinn á hlutaörorku og fullri örorku, sem verður greitt þeim sem eru í atvinnuleit. En ég held að við látum þessu lokið. Ég þakka öllum sem að horfðu og öllum sem fluttu erindi og öllum spurningunum og eins og ég sagði í upphafi þá munum við setja streymið á vefinn okkar og við þökkum bara kærlega fyrir. Verið sæl.